hérna í eldhúsi meistarana. Við erum með hann Gussa. Er það ekki Gunnar? Nei, Gussi. Kallaði hann alltaf Gussi? Já. Það var alltaf verið kallaði Gussi? Frá því ég var bara pínulítill. Já, akkur er Gussi? Þetta er lýsingarorð. Já. Að gussa, það er að hérna... Gussa vatni? Nei, það er að garga og hafa hátt. Já. Já. Þannig að þetta komið úr einhverju gassagangi, sennilega. Það er komið. Og það er Maggi á sjávarborðum. Við erum stödd á Texasborgunum. Við erum stödd á sjávarborðum með mínum heimastað. Og við erum að elda hérna kósímat. Comfort food eins og þau segja á ensku. Það sem okkur þykir gott og hérna eins og sérst, þá erum við ansi vel Já, það er sterktir. bara eins og við höfum aldrei borðað neitt vott. Nei. Það er bara þannig. Nei. Herðu, ég er hérna með kósímat. Já. Þetta... Og við ætlum að elda hérna súpu og svo ætla ég að elda hérna þorska á eftir. Já. Ég ætla að gera hérna það sem ég neyddist þess að gera þegar ég var stæddur á flæmska hattinum. Já. Og var upp í skroppa með gula baunir. Já. Átti samt slatta eftir að saltkjöti. Já. Og hérna, og það voru góður á dýr, hvað gerir maður? Já. Herðu, finnir náttúrulega hellingar alltaf til óra grænar út á sjó. Og rauðkál. Það er alltaf til. Það er alltaf til. Það er í stæðum. Já, bara í hérna, í sko, kippum sko. Já. Þannig að ég hljóp nú til og tók bara þetta og sagði ég hlýt að geta gert baunasúpu úr þessu. Það er nú til frægar súpur sem heitir grænirtu muggsúpur og svona. Já, bara þú veist, menn er ekki sko dott í huga að nota beint úr dósinni. Nei. En það var, fann ég það líka, það kom smá dósabræða því sko fyrst ég gerði hana. Já. Svo bara datt mér í huga að skóla bara grænu bönir það vel upp úr vatni. Já. Og svo elda ég þetta bara alveg nákvæmlega eins og gula bönir. Þú ætlar að gera það núna? Já, og þetta eldsnöggur að því þú þarft ekki útvatna þetta. Já, hann ertu með, og þú? Ég ætla að byrja á beikoni. Já. Smellu því hérna. Þú mátt alveg setja meiri hita undir hana. Já, ég ætla líka að hafa hérna lauk eins og er í öllum súpum. Já. Og aðeins meira. Já. Brösum þetta hérna. Og setur ég á smá smjör á þetta? Nei. Nei, veistu það, ég bara leyfi því að vera... Já. Og svo að svitar það, Já, það kemur fita úr beikoninu. Já. Það þarf ekki alltaf að vera... Nei. Og þetta er bara svissað, eins og gengur og gerist. Hörðu, já, þetta... Svo elda ég þetta og bar þetta fram með saltkjötinu. Já. Og þeir smjöttuðu þessu alveg og það var eitt sem hafði verið hún er helviti góð hjá þér hérna, baunasúpan. Já. En af hverju er hún svona græn? Já. Og ég gæti náttúrulega ekki að fara að segja sko hérna, þetta væri bara órabaunir, þannig að ég segi þetta er leini og skrift frá ömmu. Bjargaði þannig sko. Já. Svo bara eins og segir, maður enga stund, þetta er forsoðið, þarf ekki að útvatna. Já. Svo setjum við bara vatn. Já. Og maukum þetta. Skal láta það hafa smá vatn Yes, thank you very nice. Það er svo meira svona. Já, svo sjóðu hana bara aðeins niður. Það setur ekki smá kjötkraft eða? Jó, svo smakka ég þetta til að leifa svo sjóð. Endilega, og þú setur hérna kjötkrafturinn og salt og pipar og... Ég seti voða, ég leifi saltinu svolítið beikoninu og svo er salt í þessu. Já, en setur þú laukduft? Ef mér finnst það þurfa, sko. Já, þú ætlar að sjá til. Svo bara... Leifir svo malla bara? Leif ég þess að malla. Mýkist upp beinurnar, stappa þetta. Oft er nóg að nota bara góðan þeytara. Handteita þetta saman. Þú getur gert þetta á 10 mínútur. Þú varst að segja frá þessu, þú varst að elda fyrir kallin. Á hvaða dalli varstu þá? Það hét Skutull. Já. Varstu á flæmska hattinum? Já. Hvað er anskotan með hann? Hann er hérna bara söður undan Nova Scotia. Já. Hérna bara eiginlega við Kanada. Já. Við fórum, þetta var Hvað var þetta þá söður af Íslandi? Og svo niður? Já, eiginlega bara beint í vestur. Já. Við vorum bara komnir í Ameríkuna. Já. Þetta var alveg vikusigling ákvað, sko. Vikusigling? Já. Á hvað árum? Þegar nú er þetta að fara það malla? Já. Og hérna, þetta var bara held í 99 minnum við. Já. Nei, 2000 sem. Já. Og hvernig voru þetta langir túrar?
Nei, ég var bara þarna í afleysingum og þetta var eitthvað lengsti túri sem ég hef farið, 59 dagar. 59 dagar? Ég hef aldrei verið... Þetta eru tæpir 2 mánuði? Já, þetta var líka, sko, það var alltaf verið að búið. Ég var að, sko, það var ekki sami réttur fyrir, sko, vaktirnar. Svo var einhverjir með ofnæmi, einn var með ofnæmi fyrir osti, einn sem var ofnæmi fyrir hvítlauk og einn sem var ofnæmi fyrir, hérna, ananas. Og var bara hálftómt í Já, eins og segi, ég var bara að hita upp afganga og svona og eins og þegar við sigldum inn í Hafnarfjarðarhöfn bara á, það var verið Þorláksmessu, þetta ár, að þá var síðasti mjólkurlítirinn á borðinu. Og áttirðu mjólk í 60 daga? Já, ég fristi. Já. Yfirleitt endist mjólki mjög vel út á sjó, sko, út af vagginu og með góðan kælir sem er svona 2-3 gráður, aðeins minni 4, að þá endist hún alveg í mánuð. Já, þá að stendi á, bara best fyrir þetta. Já, þó svona sem komið fram yfir, 3 vikur fram yfir síðastu söldag. Heyrðu, áhverju góður, við ætlum að koma inn aftur á eftir og þá ætla ég að elda fyrir ykkur hérna þorsk. Og við græðum þetta, ég ætla að elda fyrir ykkur þorsk á enskan máta nr. 1. Þá var hann velt upp úr hveiti og eggi, rækjur og sveppir og fínir í og við ætlum að nota það með og eftir. Já. Takk fyrir með það. Hérna, við vorum að malla súpu, baunasúpu. Baunasúpu, græna baunasúpu. Já. Hún er bara að soðna núna í maukum það bil sem við spjöllum. Já. Og þú ætlar að hendi í einn rétt eða ekki, hvað er það? Já, við vorum við vorum á markaðnum í dag og fengum hennar rosalega fína þorsk og hann er rosalega flottur, ég ætla að eggjasteikja hann. Ok. Og þetta er í kokkabókinni sem ég lærði í kokkaskólanum, þá var það ensk steiking. Ensk steiking? Já. Var þetta svona í kokkaskólanum? Nei, við komum ekkert enska. Það voruð með svona eggjasteikt? Já, við vorum með raspi, bara þetta klassíska, sko. Já, en ekki steikt upp eggi? Nei, ekki svona plain, sko. Nei. En það er oft gott að gera þetta svona og gera þetta kannski bara tvisvar. Já, þetta er bara eins og Kentucky, ekki? Jú, það er ég. En það er eitt með svona, það má alls ekki vera mikill hiti á þessu. Ok, þú ættir eiginlega bara að sjóða þetta í smjörinu og olíunni. Já, og þetta er þykkur biti og þá tekur hann svolítinn tíma. Já, þannig annars brennur hann alltaf. Já. Fiskur er svo viðkvæmur, hann eins og ég. Já. Þetta er ég krabbi, maður. Svo smá laukur. Já. Og smá grammiti. Og smá sveppir. Þetta er magnað, við lefum þessu malla. Já. Jæja, Gussi, nú er bara komið að þessu, bara búið að steikja hérna, eggjasteikja fiskinn og eigum ekki aðeins að eigum að byrja á súpunni á þér? Já, ekkert vera, hún er heit, sko. Hún er heit og fín? Já, ekkert vera fyrir í herninu. Nei, þá bara hérna. Gefur mér að smakka. Gefið þið bara alvöru hérna. Rosalega þykk og fín maður. Já. Og alvöru. Ég stundum bara þetta er nóg einu maður. Já, það þarf ekki að fara með. Herðu, ég stundum elda þetta bara þannig, svona. Já. Út svona 10 mínútur kortir að sjóða þetta niður. Já. Ég keypt mér hérna saltkjötfass. Já. Soði það í potti bara litla bollu við hliðina. Já. Og heldu svo bara saman. Þá ertu komin með bara allt sem þú þarft í saltkjötabönni. En bara endilega smaka þetta. Finnur eitthvað mun? Já. Ha? Já. Er það? Já. En þetta er rosalega gott. Já, ég meina. Og það er náttúrulega þegar er beikon í þessu. Já, en þetta er eins og bauna. Þetta er bara baunasúpa. Þú finnur bragðið, baunabragðið, skilur þú? Þetta er eins og það er bara það sem að lekkir litur. Já. Það er ekkert annað sem er að blaffa. En ég finnst að
helgispjörn að setja beikon í baunir. Nú, Maður á bara að setja lauk og soðið hérna. já, 1 og síðubita kannski. Já, og taka líka soðið af saltskeytinu og leyfa sem sagt og grammiti og laukur og rúfur og svona. Já. Beikon alltaf beikon. Það finnst mér ekki passi. Já, já. Það mitt bara persónulega álit. Já, þú veist ekkert þetta. Það með fiskinn hana. Heyrðu, núna ætlum við að smakka á fiskinum. Það er betur hvað ætlar ekki að nota þetta? Jú, heyrðu, ég ætla að Já. setja þetta aðeins með. Það er ég að kenna þér allt eða? Já. Þú talar svo mikið, ég kennst ekki á. Þú kemst ekki að hana? Getur þú bara elda hana? Gott að setja svona smá krydda á þetta, villikrydd og svona. Það er Og alltaf hvað heitir þetta bara? Við erum með svona kryddblöndur hérna. Það meira rétturinn bara, er þetta bara... Þetta er eggjastekt ísa, þorskur. Hvað heitir hann á fransku? Anglais? Nú er ekki nú góð. Nei, þetta heitir eitthvað anglais, eða ekki? Jú. Þetta er svolítið heitt. Herru, nú er komið tíma að smakka þetta. Já. Já, sérðu hvað hann er svo nýr og fínn maður. Fiskurinn alveg, hann var bara, við vorum að verka hann alveg. Þetta er bara, hann er svo sko, hann var spriklandi í morgun þessi. Já. Með það feskur. Þetta er bara, eins og maður er gargandi snill. Já. Sveppir og rækjur og laukur og... Herru, meiri kokkarsögur. Við erum ennþá að tala um kokkasögurna. Ég var eftir að spyrja þeim svo mikið um leikferilinn líka maður. Það er bara önnur kokkabók. Það er allt önnur kokkabók. En ég hafði svo gaman að þessu. Þú hafði svo mikið gaman að matreiðslunni. Þannig ég fekk því hérna í eldhúsmeistarana til að koma að elda. Já. Og ég er ekki, þú ert búinn að vera í kokkaskóla og gæðina og hérna segðu mér. Við vorum komin, þú varst á, var þetta skuttóðari sem varst á hérna franska hætti? Já, við vorum á hérna rækju, frystingu. Já. Það passaði nefnilega, sko, við vorum þarna í, hvað? Já, við vorum í 59 daga í heildina. Og það passaði þegar við komum í hérna landringina, tilbaka, þá vorum við allir reknir. Nú? Já, öllu satt upp bara. Nú? Já, eitthvað. Það var kótið búinn? Já, bara alltaf að flagga þess út og eitthvað svolítið stæmi, sko. Já, en þú náður allan að pröfa þetta? Ég náði að pröfa þetta og eins og segi, mér langar ekkert að fanga þetta, sko. Nei. En hvað er aðeins svona önnarskip? Hefur þú verið á öðrum skuttóðurum? Já, ég var á frystitóðurum, eins og segja, Andeni. Já. Varst að leysa af það líka? Já, það leysti ég af í byrjaði þar 1,5 ára til 2 ár, sko. Já, þú hefur verið svona lengi. Og hvað var svona uppáhaldsmaturinn hjá þessum köllum? Heyrðu, ég byrjaði það, þá var ég ekki búinn að fara í skólan. Nei. Og hérna, þá kunni ég ekkert að gera uppstóð. Nei. Þannig að hérna, ég reyndi eitthvað og það... Hringdir ekki bara í mömmu? Já, við vorum bara ekki í símasambandi. Annars hefur við bara hringt í gömlu. Já. Þannig að það voru góður á dýr, þannig að ég bara átti hérna Maggi sveppasósu, bréf. Já. Massaði því bara saman og bað þetta fram með. Og þeir bara rita á mig, hvað, sveppasósa með bjúgur? Já, það er alltaf svona heima mér. Og hérna, svo áttu þetta bara og svo náttúrulega næstu ég kom í land, þá hringdi ég beint í mömmu og fekk hérna uppskriftina auðstofnum. Já. Þú lærið þér þetta sem sagt með því bara að reka þig á? Já, og bara minnstökunum, það er besti kennarinn. Já. Það er næsta túr. Bjó ég til bjúgu með uppstofu öllu. Það var bara öskra, hvað er sveppasósa? Og það var eftir það. Já. Alltaf sveppasósa með bjúgu. Já. Þú bara bjóst til þarna nýja rétt. Já. En hvernig var alltaf fiskur í annan máli og kjöti? Ég reyndi að hafa það. Já. Og fórstu bara í lestin og náður í fiskinn og bara reddar þig sjálfur? Við vorum hérna mikið á skráluð og karfa. Já. Ég held að mikið úr karfa til dæmis. Djúpsteiktur karfi, bara það besta sem ég fæ. Já, hann er flottur. Já.
En En svo fengum við bara í frystihúsinu sko, ísu og þorsk og það sem var Já, já. En eldaður eitthvað gráluðuna? Já, í grófana. Já, hún er svakalega góð. Hún er rosalega góð. En þeir út í Japan, þeir bara steikja þetta bara. Þetta er það flottasta og besta og þetta er dýrasti fiskurinn sem Já, finnst. þeir éta líka eftir lit. Já, er það? Eftir ástíðum og lit sko. Karfinn, það er eitthvað ágæð tímabil hjá þeim sko. Það borðaði rautt sko, það var rækjur og karfi og svona. Svo er annað tímabil, þú veist, ég þekki þetta ekki alveg, þetta er eitthvað tengt þeirra menningu. Já. En þetta sagði mér held ég einhver eftirleiksmaður sem var hann upp á. Já. Það skipti ekki máli hvernig þetta smakkaði, bara hvernig þetta var á liti. Heyrðu, áhendur góðir, við erum með, skal ég segja ykkur, við erum með á Eldhúsi meistarann á Facebook Já. og við erum að biðja áhorfendum að senda okkur inn matreiðslu þætti á 2 mínútum, teknir á svona bara iPhone eða Samsung eða myndavélar. Já, já. Og það mægi ekki verið meira en 2 mínútur, Nei, 1,5 til 2 mínútur og að elda einn rétt og biðja ykkur að halda á vélinu og gera þetta bara heim í eldhúsinu og hómi og svo byrtum við þetta allt saman á Eldhúsmeistarann á Facebook. Já, er ekki, bara eða bestu skriftunar. Já, eða bestu. Já, og svo ætlar að veluna eitthvað líka fyrir þetta. Já, við verðum að fyrstu og önnur velun og þriðu velun og við erum í dómnefndinni og svo bara bjóðum við öllum hérna í veislu. Já, ok. Og tökum það bara upp og höfum bara gaman að þessu. Ok, gerum það. Eldhúsmeistaranna, sendið inn á Facebook. Já, fyrir þá sem þora. Já, þora. Já, við þorum ekki. Og getum. Og, já, ég meina, ef þú þorir, Eigum að setja ykkur fallfunga og verða það ekki að vera yfir? Nei, við getum ekki að fara, við getum ekki mismunna fólki. Er það ekki? Nei, við megum það ekki. Við þykir nú gaman að hafa yfir 120 kíló. Já, ég meina bara stærri við betri, sko, ef við náum að safna í tonni, það vantar ekki mikið upp á það. Já, Já. Herra, það er ekki verra en það megin allir, konur og kallar, mjóir og milli og þéttir. Já, já. Verið þið með Eldhúsmeistaranna á föstudögum kl. 9:30. Já. Takk fyrir! Takk, verið sæl.